og manstu örugglega eftir hérna þessari frá því í síðustu viku. Þetta Hrabbi og hún prjónuð úr Merino, það Merino nælonblanda í fingeringrófleika eða fínbandsgrófleika. Og fyrir mig sem svona heitfeng að þá svolítið mikið að vera í tvíbanda svona þéttu, þú veist, hún samt alls ekki mjög þétt en að mínu skapi. Þannig að ég fekk einhverja dellu að prjóna hana úr hérna öðru garni, léttara sem að, þú veist, að því að þetta hérna, ég vil hafa þær svona lausar og léttar. Það bara eitthvað sem ég veist þægilegt. Ég var einhvern tímann nýbúin að, það örugglega ekki langt síðan ég héldi fram að ég væri vaksin upp úr móherdellunum minni. Ég vildi alltaf bæta móheri við allt. Mér fannst allt verða betra við móher. En málið að ég bara búin að færa mig yfir í annað sem þú veist, hefur sömu eiginleika eða möguleika og móherið, þetta fyllingin í loðinu. Það þetta hér sem að ég kalla það fiða af því mér finnst það svo eitthvað fiðulegt. En þetta bröst, baby, suri, alpaka og silki. Og ég elska þetta. Þess vegna, þú veist, hérna ég að nota þetta saman með silki lace, þessu hér. Hérna eru þessi tveir træðir saman, ekki alveg þessi litir, en þú veist, næst því, þessi hérna einhvers staðar, hérna. Þannig að, en í hrabbipeysuna ákvað ég að nota bara þetta. Ég að nota sömu prjónastærð og gefin upp í hrabbipeysuna, en að prjóna það laust. Þannig að þetta prjónastærð 4 sem að svona fyrir aðra kannski væri 4,5 eða 5. Og aðeins að fara út fyrir þægindaramman í litum sem ég gerði reyndar hér líka en nota hana alveg sjúklega mikið. Og ég alveg að vera búið með bólinn. Þannig að ég gerði af því að ég vil hafa hana, þú veist, svona lausa og þú veist, þannig að ég geti svona haft hana svolítið flaksandi svona hérna, þú veist. Svona vil ég nákvæmlega hafa peysunar. Þetta svigrúm. Úps. Og þannig að ég fór í að gera stærð 6 og prjónfestan stærri en hún á að vera. Þannig að þetta verður eitthvað vonandi geggjað. Og ég að nota einmitt bara fiðuna einfalda. Það verður alls ekkert eitthvað gegnsætt eða neitt. Og þetta eins og bara svona, já, ég get ekki lýst þessu. En að því sögðu, þá langaði mig að gera hana úr aðeins, ég vildi hafa þennan lit aðeins ljósari. Ég að nota hérna lit sem heitir Bomsur. Ég á til 4 þannig eftir og svo þarf ég að finna aftur út úr uppskritinni því að ég held ég hafi nefnilega ekki, allavega finn ég hann ekki. En þar sem ég þurfti að byrja strax þá gat ég ekki beðið eftir því að búa mér til þann lit sem ég vildi nákvæmlega sem þessi hér og hann heitir Allt í góðu lagi sem úr texta sem að ég elska eftir með hljómsveitinni Moses Hightower. En þá sem sagt, ef ég hefði beðið, hefði ég fengið nákvæmlega það sem ég vildi, þá væri það svona, en já, en þú veist, hitt alveg geggjað líka, en mér langaði í eitthvað svona aðeins ljósara og grára. Þessi hérna á leiðinni inn á vefverslun, þessir eru til inn á vefverslun núna og þetta hérna láni óláni og þetta óvænta ánægja. Sko þessi litur var til þegar ég var að búa til einhvern lit, eða var að setja í einhvern lit og gera vitlaust og þá varð hann rosalega mikil óvænt ánægja af því að hann bara kom svo ánægjulega út.
Og hinn hérna heitir Láni Óláni vegna þess að ég var að fara að lita þennan og gerði sem sagt akkurat öfugt blönduna og þá var þessi til. Og það var hérna skemmtilegur viðskiptavinur sem að fann sem sagt stakk upp á þessu nafni sem að mér fannst svo tilvalið. Annað sem að mér langar að sýna ykkur, búin að setja þetta allt hérna svona skipulega í stól við hliðina á mér, ég ákvað að vera skipulagt af því að það er sniðugt. Sko, þessi hérna peysa, þarna erum við komin í annan grunn sem að ég er komin í staðinn fyrir mohair og ég held að það sem sko ég elska við þessa tvo grunna er að þeir eru ógeðslega mjúkir, ég finn ekkert fyrir þeim, ég finn alltaf örlítið fyrir mohairi, ég er alveg rosalega viðkvæmt blóm. En ég ætla bara að fara í þessu peysu og sýna ykkur því að hún er sturluð. Ég man ekki alveg nafnið á uppskriftinni en hún Arndís vinkona mín prjónaði hana og ég er með henni í láni en hún ætlaði að koma að sækja hana í gær en hún glemdi því sem betur fer. Hún er sessat úr Baby Yak Cloud held ég að það heiti. Já. Og það er svo sturlað mjúkt og létt. Þú veist, þið séu að það sést alveg smá í gegnum þessa en maður er bara í ból undir. En ég skal komast að því hvað þessi uppskrift heitir því að hún er dásaleg. En hérna er sem sagt þetta, það var þessi litur sem hún notaði og þessi grunnur er með jak í sér sem að þýðir að grunnurinn sjálfur, ég fæl gatnið grátt en ekki hvítt og að lita á grátt er náttúrulega bara allt annað en að lita á hvítt því að og það er best hægt að sjá hérna með því að hérna er sami litur. Þetta er liturinn Sveina, litaður á hvítan grunn og litaður á gráan grunn. Það er alveg slattamunur. Ég á hann bara í örfáum litum og ég ætla bara að sýna ykkur alla. Sko, þessir hérna allir eru inn á vefverslun. Það eru einhver litir sem eru búnir held ég. En þú veist hérna er létt meðalfylling, móri, fjallkrækill, svo er hérna mýri og gullbrá. Gullbrá reyndar held ég ekki komin inn, ég set það líka inn á eftir. Og svo fekk ég beiðni annan hérna bláan lit frá henni Erni Silvíu, gerði hann og það er liturinn Vinda sem að kemur, þessi tveir bætast það sennilega inn á vefversluna eftir. En verður nú sennilega komið inn þegar þetta vídeó fer inn. Þannig að þú þarft ekki að bíða. Já, í þessari peysu sem ég er í, sem er alveg mjög rúm og hérna stór, eða svona, ekki stór kannski, hún er frekar stutt, eru rétt rúmlega held ég 200, nei, ekki 200 gram, fyrirgefðu, rétt rúmlega 2 hespur. Hver hespa er 50 gram. Þannig að það eru, já, 2 hespur pluss eitthvað svona fyrir. Gæti verið að, kannski, eða þú veist, minnir á þessa, kannski 120 gram. Það sé hérna, þannig að það er 2,5 cirka. Svo veit ég að það er verið að prjóna úr þessu á prjónastar 5. Þetta er held ég á 3,5 og 5 er bara eitthvað að virka líka sem er ótrúlegt. Svo, eitthvað fleira sem ég ætlaði að segja ykkur. Ég ætlaði að sýna ykkur hvað ég keypti hérna á prjónagleðinni. Ég fór á prjónagleðina sem gestur, sem var æðislegt. Því að hérna 3 svona langir stórir vinnudagar með rosalega miklum undirbúningi er bara aðeins og mikið fyrir mig þessa stundina. Kannski kem ég bara næst, en ég sem sagt fór, verslaði mér garn í sumarból sem ég ætlaði að vera búin að prjóna fyrir 27. júní því þá fer ég til útlanda að hjóla og þessa 2 ætla ég að setja saman. Þetta er hérna vegan grunnurinn frá henni Hexax sem er bambus og hör. Og svo fór ég hérna að tala við Sveinu og Íris og sína nýja fína litin minn.
Já, ég er að fara eitthvað voða mikið í bleikt. Og þær sögðu mér að þetta væri hinn fullkomni aukaþráður með þessu. Og þetta er frá Ísager, þetta keypti ég hjá þeim í rendur. Þetta er sem sagt hör, bómull og líósel. Þá ætla held ég ekki að segja ykkur neitt meira, nema að ég ætla að fara í bleikupeysuna. Og til þess þarf ég að setja snúru hérna í, þannig að ég sé ekki að fara að regja hana upp eitthvað, sem er svo sem ekki hægt, af því að þetta er svo loðið. Stingu hérna á átinn. Annað sem ég var að pæla, út af hérna, þú veist, það er sumir lenda í því með svona mikið munstrað að hérna flotböndin, sé hérna, verði, þú veist, ofstrekt þannig að það verður engin teygjanleiki í flíkinni. Og þannig að ef þú lendir í því að prjónana, þú veist, með prjónfestuna aðeins of þétta, þá getur ekkert gert við hana blauta. Þú veist, ég gat alveg teygt á minni blautri af því að, hérna, þú veist, ég passa alltaf upp á að þú veist, ég bara einhvern veginn er það komið í vöðva minni að vera alltaf einhvern veginn að teygja og tossa. Ég er eitthvað að pæla hvort ég eigi að halda námskeið í sem sagt tvíbanda munstri, þú veist, bara svona alls konar fingratækni, hérna, fingratækni, við það að prjóna tvíbanda til þess að halda teygjanleikunum í efninu. Það er nefnilega svo vont að missa teygjanleikan. Vá, ég er komin upp í 12 mínútur, ja? Þetta er alveg að koma hérna, sjá. Ætli þetta sé nóg? Nei, ég ætla svona. Nú sést hún nefnilega betur. Sérðu, hún hefur þetta hérna sem að ég er að get ekki beðið eftir að byrja ermunum. En svo er annað mál hvort að ég muni nota þetta því að þessi litur er alveg langt út fyrir minn þægindarramma. Ég er ennþá með hérna hvíta málingu í hárinu frá því ég var að mála þegar ég var áður en ég flutti hérna inn. Já, en svona er hún. Og alveg svona, þú veist, þannig að ég get hendinni yfir mig hvenær sem er, hvar sem er, bæði til þess að halda mér hita og líka til þess að mér verði ekki ofheitt eitthvað sem ég til í að vera í peysu. Það er ekki ásmarkað þetta svona, en þú veist, ég held að ég sé bara jafnvel að vera að koma með sítina sem ég vil. Gera bara stroff, af því að mér langar að geta svona aðeins, þú veist, tökkað inn hérna. Heyrði ykkur staðar að það væri eitthvað svona þing sem að fylgir minni kynslóð. Ég man ekki eftir að hafa gert þetta nokkuð tíman í Breiðholtinu. En allavega, þá bara held ég að þetta sé komið gott í dag. Og eitt í viðbót, ég var að spája að hafa eitthvað opið fyrir ykkur á laugardaginn, hérna inn í vinnustofuna mína. Þannig að þú getur komið og verslað garn eða bara þuklað á garni. Alltaf gott að þukla á garni. En meira um það síðar. Ég mun setja inn auglýsingu með það. Goodbye.